Þegar hún sá sorgarsvipinn á Villa bætti hún við. Ef það verður afgangur af hunanginu, skal ég gefa þér samloku með hunangi. Villi varð að sætta sig við það. Hann var að ljúka við grautinn sinn þegar mamman sagði allt í einu. Það vantar heilmikið hunang. Einhver verður að fara í búðina og kaupa meira. Það stóð ekki á Villa að fara og kaupa krukku af hunangi ef hann yrði verðlaunaður með hunangsamloku. Hann stóð upp frá borðinu, greip húfuna sína og var óðarlagður af staðinn í þorpið. Hann heilsaði að sjálfsögðu upp á Ívar á leiðinni. Þakka því kærlega fyrir, sagði Villi þegar herra Jóhansen kaupmaður rétt honum hunangið með bros á bör. Síðan héldu vinirnir tveir heim á leið. Eftir dálitla stund sagði Ívar. Gabbul, Villi, mætti ég kannski kíkja rétt aðeins á hunangið? Villi sá ekkert athugavert við það. Hann tók utan á krukkunni og svo góndu þeir gráðugir á hunangið. Þá sagði Ívar. Gabbul, Villi, mætti ég kannski þefa örlítið af hunanginu? Villi sá ekkert athugavert við það heldur, svo hann opnaði krukkuna og þeir þefuðu af gómsætu hunanginu. Lyktin var dásamleg. Þá sagði Ívar. Gabbul, Villi, mikið væri nú gott að fá örlítið bragð á tunguna. Þar sem mamma hans Villa hafði lofað honum samloku með hunangi, fannst honum hann hljóta mega deila örlítillu hunangslettu með Ívari. Ívar fékk sér smá slettu og Villi fór að dæma hans. Mikið var það gómsætt og Ívar sagði. Gabbul, Villi, þetta voðalega gott, máttu sjá af smá slettu í viðbót. Áður en Villi næði að svara heyrðu þeir hávært suð nálgast. Bra, hver snigillinn, býflugur, æpti Villi. Forðum okkur Ívar, bra. Villi og Ívar hlupu af stað á flótta undan hundruðum býflugna. Þeir hlupu fram hjá húsinu hans Óla lögregluþjóns og húsinu hans Ívars og þutu síðan út úr þorpinu í áttina heim til Villa. Og flugurnar nálguðu stóðfluga. Þegar þeir hlaupu heim af bílinu datt Villi stein og misti hunangskrukkuna sem brotnaði í 1000 mola. Þá kom Ívar og datt líka skelliflatur. Hver snigillinn, bra, nú fáum við að kenna á því, æpti Villi, en Ívar hrópaði. Hjálp, Gabbul, hjálp! Til allra hamingju fundu þeir að þeir voru þrifnir upp af styrkum höndum. Skrambinn, strákar, fljótir, sagði Hólmgeir og hélt á þeim báðum inn í eldhúsi. Bra, takk pabbi, sagði Villi og Ívar bætti við. Þakka þér kærlega fyrir, Gabbul. Síðan stóðu þeir við gluggann og horfðu á býflugurnar gæða sér á hunanginu. Hún María gamla fékk ekki kökuna sína þennan daginn, né heldur fékk Villi samlokuna sína. Við fáum víst ekki allt sem við viljum. Góða nótt. Bra.